Þórhallur Guðmundsson. Þórhallur, ertu með þágufallssýki? Alveg örugglega. Og búin að vera með það síðan ég bara varð læs og talandi. Þannig að þú kýpir þér ekki upp við að menntamálaráðherra skuli hafa þágufallssýki? Nei, mér finnst það ekki vera eitthvað sem sker hæfni hans eða vanhæfni hvernig hann talar. Það verður bara að sýna það á annan hátt. Finnst þér kannski of mikið gert úr þessu þá? Já, bara en ég minna að gúrkutíð og þetta er alveg frábær í gúrkunna búið til fréttum þágufallssýki hjá menntamálaráðherra. Þetta er náttúrulega pottið reitt margallir reiði. Internetið hefur eflaust logað einhvers staðar. en hérna mér er slett sama. Leiðréttir þú fólk þegar það talar svona vitlaust í kringu þig? Ó nei. Hefur þið leiðréttir? Já, endalaust. Hann hefur ógeðslega oft og mikið. Og tekur það nærri þér? Nei, alls ekki. Það er bara, ég reyna að taka það til mín og sérstaklega fólk að leiðrétta hjá með stafsetningu eða beygingar í því sem ég skrifa. Þá sérstaklega tekja til mín. Því að það sem ég skrifa og er til dæmis ætlað til opinbera birtingar, það verður að vera pottið. Það sem ég segi hérna eins og við þig, mér er bara slétt sama hvernig ég kem út. Alveg nokkurn veginn. Tómas Þorpsson Larsen, Róbert Helgi Pálsson, Þorsteinn Jakob Freyr Þorsteinsson og Víkingur Vígilsson. Eru þið nemar við Háskóla Íslands? Já, það eru við. Já. Eru þið með þágufallssýki? Nei, sannarlega ekki. Nei, ekki sem ég veit af, sko. En mér finnst það allan ekki, sko. Ég held ekki, sko. Maður vill ekki viðurkenna það, sko. Það er líka. Nei. Er það alvarlegu glæpur í ykkar augum að vera með þágufallssýki? Mér finnst það. Mér finnst það ekki persónulega, sko. Þetta er bara eins konar þróun í samfélaginu, sko. Ég held að það sé bara komin tími á að bara viðurkenna það. Veist, samfélagið þróast og það er bara hannig. Já, og tungumálinn með? Tungumálinn með, já, nákvæmlega, sko. Ég er ósammála Eiríki Rögnvaldsinni og ef að út í það er farið, sko. Já, hvers vegna? Bara, mér finnst það svona, bara raungtilfinning í máltilfinningu fólks, sko. Mér finnst það bara, ætti að halda sig við bara... Einfaldar reglur? Já, bara málið, sko. Og myndirðu segja að það væri óheppilegt að menntamálaráðherra hefði gerst sekur það að vera með þágufallssýki? Já, svona, já. En leiðréttið þið fólk þegar það talar vitlaust? Allan systur mína, sko. Já, ég geri það með mömmu mína, sko. Hún er, já. Er hún slæm? Já, hún er mjög slæm í þessu, sko. Ríkalegt, sko. Tala vitlaust, sko. Já, það gerast á til, sko. Á til, það var ég líka með mömmu, sko. Já. Yrsa Snæfríðardóttir. Yrsa, ert þú með þágufallssýki? Ég held ekki, ég vona ekki. Er það eitthvað svona sem þú tekur eftir í fari fólks? Soldið, mjög mismunandi eftir fólki, kannski mismunandi eftir aldrei líka. Kannski meira í yngra fólkinu. Finnst þér skipta máli að við tölum rétt? Já, þegar fólk fyrir að tala vitlaust eða er ekki sammála hvernig á að tala, þá finnst mér eins og það fari svolítið mikil orka í að miðla því á milli sín, ef þú skilur hvað ég meina. Já, að leiðrétta? Leiðrétta eða að fólk svona að fara að gleyma því sem það ætla að segja því að það er svona að reyna að hugsa hvernig á ég að segja þetta. Já, þannig. Já, þetta er svona tvíeggja eiginlega. Já. Leiðréttir þú fólk? Ekki mikið, kannski bara fólk sem ég þekki og bara ef það hefur beðið mig það eða ef ég er að fara yfir eitthvað eða ef þetta er rosalega mikið hjá aðalum sem ég þekki. Ég ætla ekki að fara að gera það við bara fólk að tóku þetta, sko. Þú veist ekki mikið í að grípa orðið svona þegar þú heyrið það? Það er kannski svolítið mikið. Hefur það verið gert mikið við þig í gegnum tíðina? Nei, ég hef alltaf verið frekar ágætt í málfræði og svona en alveg örugglega eitthvað en þágufallssýki hefur held ég ekki verið mikið vandamál hjá mér þannig persónulega. En finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé haldin þágufallssýki? Já, þetta er svona það er alveg hægt að sjá hvernig þessi breyting myndi festast í málinu og það er alveg hægt að bera rauk fyrir því að það sé ekki það versta í heimi að þetta er ekki versta mistök sem fólk getur gert í málinu en það væri kannski fínt að hafa þetta svona að viðhalda alvöru reglunum. Já, svona ráðherra myndi allega að vanda sig betur. Já,
En þegar þú segir svona alvöru reglur, hvað meinar þú? Svona, náttúrulega, þágufallssýkin er málfræði brot eða málfræði villa í aðalega töluðu máli og það er kannski svolítið mikilvægt að reyna að tala þá réttar eins og ég segja svona fólk verður stundum svolítið flækist svolítið í málfræðivillanum og líka fólk stundum fer hægt að hlusta þegar fólk tala vitlaust og þá fer það að hugsa það tala eitthvað vitlaust og fer að leiðrétta það mitt og svona já, það er kannski mikilvægt að reyna allan að ýta svona réttara máli að fólki. Hvernig þetta er í huga við getum gert það, hjálpað fólki svona að tala réttara mál? Ég held að það myndi bara hjálpa ef fólk myndi lesa meira á íslensku. Svona, ég er allan mikið þar. Bjarki Freyr Ólafsson. Bjarki, ert þú með þágufallssýki? Það hef ég ekki hugmynd um. Nei, skiptir það máli? Ekki hugmynd, örugglega fyrir einhvern. Já. Finnst þér vandamál að menntamálaráðherra hafi gerst sekur þágufallssýki? Þú mátt segja mér hvað þágufallssýki er? Það er til dæmis að segja mér hlakkar til í staðan fyrir ég hlakkar til og svona. Þú veist, já, jú, ég passa að gera það ekki. Þú passar þig? Já. En leiðréttirðu fólk þegar það talar vitlaust fyrir fram að þig? Nei. Af hverju ekki? Mér finnst það bara ekki komið við, sko. Nei, finnst þér leiðilegt fólk sem leiðréttir annað fólk? Stundum. Stundum getur það að byrja mig á. Já. Ég hef lent oft í því sjálfur. Já, amma er íslensku kennari og systur mömmu líka. Þannig að þú þekkir þetta úr fjölskyldunni. Ójá. Já, Helena Erla Árnadóttir. Þetta er Sunna Sif Friðriksdóttir. Þetta er Guðrún Brynjóls. Við erum að velta fyrir okkur þágufallssýki. Skiptir máli? Við tölum rétt mál. Mér finnst það. Sko, ég stundum tala áður en ég hugsa, þannig stundum kannski er ég ekki alveg að prósessa með orðunum, en jú, ætla þessi skipti ekki máli. Jú, mér finnst alveg mikilvægt að höldum upp við tungumálinu, sko. Tala rétt. Segja og sletti. Slettið er mikið? Venjulega ekki, en ætli ég gera ekki þegar ég er í viðtali. Já, alveg svolítið, sko. Kannski bara svona, ekki í venjulegum setningu, en kannski segja maður einhverja setningu sem er svona notið á ensku eins og TikTok eða eitthvað og maður svona hermir eftir því, en kannski ekki í miðjum setningum. Finnst ykkur skipta máli að menntamálaráðherra hefur gerst sekur þágufallssýki? Svona. Já. Kannski betra að hann myndi tala rétt mál. Já. Ég held það. Svona til að peppa krakka líka bara að nýta íslenskuna og tala rétt. Ef maður sér fólk í sjónvarpinu tala vitlaust, þá kannski fer maður bara ósjálfrátt að gera. Já. Leiðréttið þið fólk þegar það tala vitlaust nálægt ykkur? Já. Ekki. Og vinkonum mín að vera stundum alveg mjög þreyttar á því. Þannig að ég er svona kýs hvað ég leiðrétta og hvað ekki. Þú velur slagina vel? Já, ég gerir það. Maður verður að velja milli stundar, sko. Hvað skiptir máli að leiðrétta og hvað ekki. En þig? Já, bara held ég eins hjá mér. Ég leiðrétti fólk rosalega mikið. Litli bróðir minn hatar það. Ég hef alltaf að leiðrétta hann. Finnst þetta leiðilegt? Já, hann er svona. Þolir ekki þegar ég gera það, sko. Heldur að vera ekki þakklátur svona einn daginn þegar þú ert búin að svona berja þetta alveg nógu vel inn? Það er það sem ég er að vona, sko. Algjörlega. Þú veist, eins og mamma mín, hún leiðrétti mig alltaf svo mikið og stundu verða bara svona, ok, þú þarft kannski ekki að leiðrétta mig akkurat í þessari stundu, en ég er alveg búin að erfita frá henni, alveg 100%. Þetta er eitthvað svona sem gengur í erfir? Ég held það. Vil ég kannski segja mér hvað þið eruð að gera hérna? Heru, við erum að selja miða Oktoberfest sem er núna 4. til 7. september. Er það ekki alltaf háaðinn sem er kvartað undan hérna í öllu nágruninu? Jú. En við allavega 2 búum hérna. Já, þetta... Ég líka. Já. Þetta sjáum við allavega ekki, þetta er líka búið 12, þannig fólk getur allavega kvartað. Nákvæmlega. Ég heyrði í Bylgjutónleikunum allavega hérna á Sæmundargötunni daginn á menninganótt, þannig að... Já, ég líka. Og kvartaðir ekkert? Kvartaði ekki neitt, mér fannst það mjög skemmtilegt bara, fá að heyra allavega líka. Maður bara fá fría tónleika heima, maður getur nokkert kvartað við því. Já, nákvæmlega. Svona lífgar upp á tilveruna. En hvað er í boði á Oktoberfest? Þetta er 3 daga tónlistaveisla og við erum í fyrsta sinn að fá til dæmis artista frá hérna Bretlandi sem heitir Dizzy Rascal sem er mjög þekktur rappari þar. Þannig að það er mjög spennandi. Frábært. Er eitthvað sérstakt sem þið ætlaði að sjá?
Pál Óskar ég mjög spennt fyrir að sjá. Já, bara svona flestir. Ég held að verða alveg bara, það rosalegt line-up og ég held að allir ætti að kaupa sér með það. Það bara, þetta verður geðveikt, sko. Munu allir fá FOMO sem verður ekki Oktoberfest. Og það líka eitthvað fyrir alla. Þú veist, það alls konar tónlistamenn. Það eru mismunandi tjöld og þú velur bara hvað þú ætlar að horfa í hvert sinn. Ekki 2 eða 3 tjöld? 3 held ég. Já. Frábært, hvernig nálgast maður miða? Það á oktoberfest.is. Eða komum að kaupa hérna hjá okkur. Á Háskólatorgi. Já. Eða í öðrum byggingum háskólans. Já, verður eitthvað í næstu tímann. Já, það var hægt að googla. Já, algjörlega. Ok, takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Óskar Arnórsson. Óskar, ertu með þágufallssýki? Nei, ég myndi segja ekki. Ætla að reyna að tala rétt. Skiptir það máli? Mér finnst það alveg skipta máli, já. Svona, maður allan að, já, 3 dætur, maður svona reynir að imprenta þær að halda í svona rétt málfar. Leiðréttir fólk svona þegar þú heyrir það, fara rangt með? Já, það til að gera það óvart, þannig að ég svona reynir að tempra það, en það svona, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að nú þyrftum maður að segja eitthvað, en maður reynir að tempra það. Já, á hverju reynir að tempra það? Þetta er svona bara umtalið yfirleitt að þú veist, ertu einn af þessum sem leiðréttir fólk og maður svona kannski forðast að vera einn af þessum, en það er svona eins og segi, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að maður eigi að leiðrétta. Finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé með þágufallssýki? Mér finnst allan að bara við öll að reyna að vera með rétt málfar og beita þeim málfarsreglum sem eru réttar. Ekkert frekar hann en einhver annars? Auðvitað eiga þeir sem að fara fyrir málstæðunum að reyna að vera besta fordæmið en við eigum samt bara öll að leggja hönd á plóg. Lestu mikið? Já, svona ég er alltaf með bók við hönd. Það er svona, já, en ég er ekkert svona einhver traðlestarar maður en það er alltaf bók sem ég grípi á henni fyrir að sofa. Heldur þú að segja þess vegna sem þú talir rétt? Nei, ég held að það sé meira svona uppeldi og kannski hefðinnan fjölskyldunar. Er fólk leiðrétt fyrir rangt málfar í þínu fjölskyldu? Já, það er gert það. Miskunnarlaust? Miskunnarlaust. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.